Skömmu eftir að ég kom til Rochester, rétt rúmlega 20, þá segir námsráðgjafi við mig, ráðgjafinn minn, Professor Gates, og ég skulle nú sækja kantorstöðu. Í kirkju sem nefnist Third Presbyterian Church í Rochester. Presbyterian Church kirkjurnar tilheyra skosku biskupakirkjunni. Ég ættur að rekja til Hinriks VIII og frægs uppgjörs hans við páfann í Róm. Þetta mun vera, þetta er stór kirkja í raun og veru, þetta er bara, ég held þetta sé safnaðarheimili og turnin. En hvað það? Þarna sótti ég starf og það var eins og alltaf síðar að ég fékk það starf og var ekki með 23 ára gamall og hafði þá starf mitt fólst í því að stjórna æfa kórinn, spila orgel, píanó eftir því sem að hentaði og stjórna tónlistarflutningi við athafnir og æfingar og athafnir í þessari kirkju voru fjölmargar í hverju viku, svo þetta var náttúrulega dálítið mikið álag á svona ungan mann, en einhvern veginn stóð ég það nú af mér og var þarna, held ég megi segja, þar til ég lauk meistaraprófið frá Eastman og var á góðum launum, væri það sagt. Og þá naut ég þess að hafa spilað og sungið og allt mögulegt í kirkju óháð safnaðarins, alveg frá því ég var 12-13 ára, já, og fekk að spila í sunnudagaskólanum hjá pappa. Ég hef ekki ennþá hugmynd um að hverju ég var fyrir valin, því það eins og svo oft endurnar og síðar, þá var löng biðröð af umsækjendum, margir úr efri bekkjum Eastman-skóla Music. Næsta mynd er að því mér sýnist, þarna er fljót, eða minnst að kosti á, og þarna er miðborgin, þetta er Rochester, áin heitir Genesee River og rennur í Lake Ontario sem aðskilur Bandaríkin og Kanada. Þar í vestri eru Niagarafossar, eða Niagarafossar. Aðalkampus eða háskólalóðin, þar sem University of Rochester hafði aðstöðu, var aðeins fjær borginni þetta en stóð á árbakkanum og þar voru mikla byggingar og alls konar deildir, en tónlistardeildin var til húsa í Eastman byggingu, tónleika Eastman-skólanum með byggingunni og Eastman Theater sem var í miðri borg. Ég hafa margar unaðslegar minningar frá þessu fljóti og fer ekki nánar út í það nema í
út frá þessu fljóti var grafinn gríðarlegur skurður, mikið mannverki, mesta mannverki sinna tíðar og sem tengdi, sem hér kallað Erie-kanal og tengdi saman tvö stórfljót. Þetta var svona skipaleið inn í mitt land og mikil flutningsleið. Og Erie-kanal stendur enn undir nafni. Það nú allt önnur saga. Bæti því við að gamni að það brú einmitt á þessari slóð á Genesee River, járnbrautarbrú, kolryðguð og einhver sá ástæðu til þess að skrifa með að sprauta á brúna fræga ljóðlínu úr ljóði eftir frægasta og eitt fyrsta ljóðskáld blökkumanna í Ameríku og lýsir djúpstæðri reynslu þess sem ritaði. Enginn lét sér detta í hug að þurrka þetta grafíti af brúnni og það þarna sennilega ennþá. Ég skrifaði smá grein þetta ljóð einhvers staðar í á þessari heimasíðu minni. I've known rivers ancient as the world and older than the flow of human blood in human veins. My soul has grown deep like the rivers. I bathed in the Euphrates when dawns were young. I built my hut near the Congo, and it lulled me to sleep. I looked upon the Nile and raised the pyramids above it. I heard the singing of the Mississippi when Abe Lincoln went down to New Orleans, and I've seen its muddy bosom turn all golden in the sunset. I've known rivers, ancient, dusky rivers. My soul has grown deep like the rivers. Jæja, þá erum við komin aftur til Evrópu. Ég sé ekki betur, það nú allar eins þessar borgir í Þýskalandi sem að fyrstu kynni. Mér þykist þekkja þessar turspírur og þá þetta Bielefeld sem svona ekstra bílinn að vera stórt þorp eða smáborg, allavega í miðju landi einhvers staðar, ekki fjarri Rína héruðum, held ég með að segja. Þar skipulagði ég aðra óperuför og reyndi að fara fleiri borgir þá. Og enn voru það íslenskir, hópur íslenskra listmanna sem frumfluttu þar íslensk óperu og svo hét Túnskinseyjan. Ég bað Sigurð Pálsson að skrifa fyrir mig libretto, eitthvað sem varðaði landnám Íslands. Og þá var til Túnskinseyjan. Textinn undurfagur og Atli Heimir samdi undurfagra og framsækna
tónlist við þennan texta. Seinna var óperan frumflutt í fullum skrúða. Þarna var þetta eiginlega sviðsfærsla eða já, það voru ljós og hljóðeffektar og annað svona og búningar en ekki, þetta var svona opera poquet eða ferðaopera. Í för var slaghörpuleikari einn sem starfar nú reyndar í Hörpu. Hún kvartaði nú ægilega mikið undan því að þurfa að setja í rútu svona lengi og það lágu uppreisn í rútunni en við komumst nú að leiðarenda af lokum og settum upp þau leiktjöld sem við vorum með og svona undirbyggum okkur og já, kannski bara segja það var gríðarlegt segl haft með í för. Þetta var mikil siglingarópera og útbúið ljósasjó á þetta tjald. Svo hvað við mikil sprenging í miðri sýningu og þá sprakk ljósakerfið unnustans í loft upp og við héldum áfram, okkur brá svolítið. En þetta var nú bara svona pröfusýning. Svoleiðis gerðist ekki í Peking. Að vísu kviknaði Gunnari Kvara, í hárunni á Gunnari Kvara, en það er önnur saga og þetta er kannski sagt seinna. Næsta mynd. Þessi mynd er frá Bielefeld en ég veit nú ekki af hverju hún hefur orðið fyrir valinu hér að því að ég held þetta sé nú ekki húsið þar sem við frumfluttum Túnskins konsertufærsluna af Túnskinseyjunni. En í öllum falli þá er ég ekki neinu vafa um það að Íslenska óperan áttaði sig á því að það væri hægt að flytja íslenska óperur í konsertufærslu eða svona hálfgerð uppfærslu út allan heim og mér skilst að þegar að Íslenska óperan hafi farið til Budapest núna fyrir skömmu þá dásamlegu borg og sungið á dásamlegri hátíð og fengið dásamlega móttökur og allt var dásamlegt og ég vona bara að hafi gjörðið uppreisn borð í rútunni því að það er svolítið langur akstur til Budapest ef út það verið. Jæja. Þetta minnir mig reyndar á það þegar Grindavíkurbær hófaði í mig og bað mig að skipuleggja menningarhátíð Grindavíkur, hvorki meira en minna, og Bláalónsins. Á sjómannadaginn einhvern tímann, fyrir margt löngu. Og það fyrsta sem ég datt í hug þá var bara eitt orð, hafgúur. Og að þessar hafgúar ættu að fara fram niður Höfn í Grindavík sem er stór og mikil og mikið af græjum og öllu mögulegu þar sem hægt vera að gera sem matbúð. Svo ég talaði við Atla Heimi, talandi Atla Heimi og bað hann að koma til funda við mig. Við settumst niður hérna heima og létum okkur detta allt mögulegt í hug. Ég sagði að ég vildi að inn í þetta dæmi væri
eftir væri svona bryggjusirkus en aðal efnið væri hérna flaut skipa á milli þvert yfir höfnina sem nú ekki neins smásmíði og svona alls konar flautir í samkvæmt þar til gerðum nótum eða táknum og svo kemur brunaliðið og allt vitlaust. Svo hljóðfæraleikarar á gangi inn í múgnum og svo einhver óþreyjufullur bíleigandi sem lægi á flautunni. Svo kemur þyrla og svo björgunar deildin og hún kemur á hraðbátum og kaðar og allt mögulegt. Allt sem einum stórum og sjávar útvegsbæ getur dottið í hug. Svo til að bæta gráan og svart þá gekk ég sjálfur iðnaðarsvæðinni og fyrirtækin í Grindavík með stereó upptökutæki og hljóðritaði öll möguleg hljóð sem ég fann í frystihúsum á öðrum stöðum. Þar á meðal þessi hróp á slökkvistöðinni: Áfram, allir mínir menn! Áfram, allir mínir menn! Og við það birtist brunabíllinn og allt það. Seinna þá birtist þessi sama hugmynd í Reykjavíkurhöfn. Það var einhver kona held ég sem að lesi þessa nýlundu í hug. Og ég held hún hafi bara verið á rektor Listaháskóla Íslands fyrir vikið. Allavega var það mjög ofarlega á hennar ferilskrá, var sagt í fréttunum. Hún hefði látið sér þetta í hug. Já, það er ekkert nýtt undir sólinni, krakkar. Við verðum að passa okkar á þessu. Þetta er líka eins og þegar Sinfóníuhljómsveit Íslands tilkynnti að nú í fyrsta sinn á Íslandi flutt sýnd kvikmynd við hljómsveitarundirleik. Það er bara ekki rétt. Við íslensku hljómsveitinni gerum það á fyrsta starfsári og það var ekki eitthvað slór Walt Disney mynd eða John Williams músík. Það var bara On a Gear, Pacifica númer 257 á hálfur, ég man aldrei hvað verkið heitir. Og myndin sem að sú tónlist var saman við og lýsir járnbrautarferð frá upphafi til enda. Hljómsveitin var í Gryfjunni. Tónleikarnir hétu tónlistin þjóðlistana. Og nú tala ég ekki meira það sem er nýtt undir sólinni. Bara ráðleg fólki að tala mjög varlega þegar það tilkynir eitthvað sem nýtt undir sólinni. Jæja. Þá erum við komin inn í ævintýrahöll. Þetta er óperuhúsið í Bloomington. Þarna stjórnaði ég, verð ég að segja. En það er nú eiginlega það sem að snýra mér í þessari mynd. Þetta er gríðarlegt gímald og á fjórum eða fimm hæðum, ég man það ekki og sé það ekki. Nema í þessu tilfelli er hljómsveitin upp á sviðinu, ekki í Gryfjunni. Og þarna stjórnaði ég reglulega tónleikum undir leiðsögn Tómasar Baldners og Brian Bolkvils og reyndar Margaret Hillis. Þarna stjórnaði ég 8. sinfóníu Beethovens. Nei, Mahlers. Margaret Hillis
steig á pallinum og ítti mig og sagði, já Guðmundur, nú komum þér, kláraðu rennslið, ha? Og þá ég komin upp á pall og það er náttúrulega búin að stúta þetta verk sundur og saman að hennar ósk. En döðu mínum átti ég vona að ég ætti að fara að stjórna því hérna på sviðið. Það var örugglega 200 manna kór, ef ekki stærri, það voru bara allir kórar háskólans. Þeir eru fjölmargir, örugglega 5, 6, 7, 8 ef allt talið. Þar á meðal jazzkórinn. Og það var bara eins og Mali gerði ráð fyrir. Þetta var kór þúsundana og hljómsveitin komst allar fyrir á sviðinu sveimin þó sviðið sé af stort og Metropolitan sviði í New York og eins og ég hef sagt áður baksviðið og öll aðstaða baksviðis er nákvæmlega eftir líka Metropolitan óperunni í New York. Enda var ég vitni að því að fólk sem að söng þarna í þessu óperuhúsi lenti bara skömmu síðar á sviði Metropolitan óperunar og starfaði þar árum saman. Og ég nefni nú bara því til sönnunar vinkonu mína og rúmlega það, þannig að Sylvíu McNair sem að sigraði í New York Regional Competitions og síðan í lokaúrslitum í New York og var bara ráðinn að Metropolitan óperunni. Það er náttúrulega öðruvísi. Þarna var Íslendingar líka sungið. Ég legg ekki að nefna það, hvort eru 3, 4 eða 5 sem komu svona í halarófu, en fengu mikla reynslu af því að syngja í þessu húsi. Þannig að Íslendingar eiga minningar frá þessum sal. Ég þori ekki að nefna það því ég væri þá vís með að gleyma einhverjum. En meðan ég var þarna við doktorsnám þá ég er best að segja það, ég man eftir einni söngkonu sem að stóð sem að afburðavel í Bloomington. Ég ætla ekki að nefna hana því að þá gæti einhver annar orðið reiður. Jæja, elsku börni mín. Þetta var svolítið tal 8. symfóníu Mahlers frá Bloomington og hvernig það kom til að ég sem nemandi doktors Margrétar Hillis fékk að stjórna rennsli á 8. symfóníu Mahlers í Musical Arts Center í Bloomington. Mér hafi verið sagt, eða Margrét sagði við mig haustið sem ég kynntist henni, stúderaði 8. symfóníu Mahlers. Ha? Til hvers? Já, þú átt bara að kunna hana, helst utan að. Og svo þá hefur vorið, þá gerast þau ósköp að Margrét Hillis tilkynir þá náttúrulega flytja 8. symfóníu Mahlers í Musical Arts Center og ég hef sagt nú frá því áður. Og það var stóll við hliðina á púltinu. Og hún bauð mér það til sætis og ég hélt nú bara ratskránni. Hafði þá reyndar stjórna deildaræfingum, blásara, meðan hún var að vinna í strengjónum og svo framvegis og aftur og bak og áfram. Og þegar hún var í Chicago með sinn Chicago Symphony Chorus, þá var þetta alfarið á mína ábyrgð, en aldrei öll hljómsveitin. Ég stjórnaði bara svona pörtum og hlutum af verkinu og ég vel bara deildaræfingum. Svo kemur hún
og stjórnar held ég með fyrirvara sagt einni eða tveimur æfingum með allar þessari hessingu. 1000 manns eins og Mahler kallaði það var hljómkveða þúsundana og ég sitt bara upp á sviði og blaða í ratskránni við hliðin á meistara mínum, Margréti Hillis. Svo bara allt í einu eftir hún á einn æfingunni þegar hún hafði, þetta voru nú alveg heilmargar æfingar, það voru nú að segja, standa líka þetta ekkert smáraði, þetta er bara flikki. 8. symfónía Mahlers er bara flikki, dásamlegt flikki, nota bene. Og á einn æfingunni segir hún, jæja, nú vil ég fara út í sal og hlusta á hvernig þetta hljómar hjá ykkur. Og hann Guðmundur Emilsson ætlar að sjá að stjórna reynsli hérna. Svo bara hvarf hún út í sal og settist á einhvern góðan stað í myrkrinu og ég bara keyrði þetta í gegn. Ég bara aldrei upplifað hana eins. Hárin stóð upp í loft og hefði mér á hrollkaldur sviti sem braust út, óbóðsleg gleði, ánægja, nautn, alltaf stórkostlegasta sem getur komið fyrir einn mann gerðist þarna á þessu sviði. Og ég gleymi því nú bara aldrei. Ég hef aldrei stjórnað 8. symfóníu Mahlers eftir það. En þetta var mér alveg nóg, ef ég á að segja alveg eins og er. En ef mér hefði verið boðið að stjórna henni einhvern tíma síðar, þá hefði ég kunnað hana og ég kann hann enn, hvern einasta tón. Svo vil ég segja örfá orðum Mahler að sjálfsögðu, þó að sé búið að skrifa heilu doðrandana þetta verk og reyna að útskýra allt saman, bæði hið endalausa stefjavíravirki sem þetta verk er spunnið úr og eins hafi verið skrifað heilu bækurnar textana sem að Mahler valdi í þetta verk. Við skulum segja að þeir eru eitt sameiginlegt með Páli Postula að þó þau séu trúalegir þá eru þeir alþjóðlegir eins og Páll Postuli var. Hinn alþjóðlegi postuli sem talaði bæði hebresku, ítölsku og grísku. En ég vil þó bæta við örfáum orðum frá mínu bæjardyru séð þetta verk sem ruglaði Mahler svo hryllilega í lífinu. Hann var svo tvíbentur í öllum sínum trúarbrögðum. Tvíeggja nánast. Ég sé fyrir mér sól, himneska sól, kannski þá sömu og blindaði æðstaprestinn Pál Postula á leiðinni til Damaskus. Meira vil ég ekki segja. Þetta er bara sól, sól og sól.
Og bak við þessu sól hugsanlega eitthvað sem gæti heitið alvald eða hinn heilagi andi eða heilagur andi, svo við hengjum okkur nú ekki í nein sérstök trúarbrögð, heilagt þríeiki og allt svoleiðis. Það er eitthvað undarlega djúpt á þetta verk. Það er ekki kristið, það er ekki gyðinglegt, það er alþjóðlegt. Það er alþjóðlegt. Og nógu margir voru fleinarnir í holdi Malers, eins og Páll Postel orðaði það. Æðsti prestur gyðingur og ofsóknari kristinna manna. Hans fleina voru nú aðalega félagslegir. Hrökklaðist voru á Vínaborg. Það er nú eitthvað sem ég skil vel. Ég hef antiplata á þeirri borg. Af ýmsum ástæðum. Fór til New York og vann sína stóru sigra þar. En ég get haldið áfram að tala Mahler endalaust og ég ætla bara að slökkva á þessu. Loks þetta. Maður kynnist fjölda kennara, mentora og leiðsögumanna á lífinu. Einhver almesti mentor, leiðsögumaður og kennari í mínu lífi var Margaret Hillis og hún meiri sig að kom hingað til Íslands og stjórna íslensku hljómsveitir. Ókeypis, bara til að styðja mig í minni baráttu. En hún sýndi alveg fádæma, hvað á ég að kalla það, tiltrú á mér. Þegar hún fól mér að stjórna 8. symfóníu Mahlers og hvar út í sal. Það hefur bara engin kennari minn gert, hvorki fyrr né síðar. Ég get haldið áfram að mæra Margaret Hillis endalaust. Ég var á fyrsta vetri í doktorsnámi. Hún kenndi mér slagtækni betur en allar aðrir kennarar mínir í raun og veru. Þeir gáðu mér annað. Hún kenndi mér æfingatækni betur en allir aðrir kennarar mínir. Og svona get ég haldið áfram að mæra Margaret Hillis. Þakka henni fyrir allt og bið og geyma hana. Jæja, elsku börn mín enn og aftur. Ég get ekki hægt að tala þetta stórvirki sem mér var falið að stjórna 30 í Bloomington. Af tónlistar ráðherra forseta Bandaríkjanna, Dr. Margaret Hillis. Þetta var stór stund og gerið ekki ráð fyrir að þið náið þessu epíska tónverki í fyrsta atrinu. Í fyrsta atrinu hljómar þetta bara eins og ég sagði eða hugsaði eins og svakalega flókið víravirki. En eins og alltaf þegar maður byrjar að stúdera verk eða hlusta oftar og oftar á þau, þá greinir maður
þau á allt annan hátt heldur en í fyrstu hlustun. Og einn góðan veðurdag, ef þið hlustið nógu oft, þá mun þetta meistaraverk galopnast fyrir ykkur. Auðveldast náttúrulega bara að fara beint í lokaþáttinn sem heitir Chorus Mysticum, hinn dularfulli kór þáttur, því að hann er aðgengilegur en það er ykkar ákveða hvernig þið hlustið á þetta verk. Jæja, elsku börni mín, nú fara jólin að nálgast og þið að koma heim. Það verður spennandi. Öll hersingin. Börn, tengdabörn og barnabörn. En nú ætla ég að hafa örfá orð það sem hér fer á eftir. Ég hlustaði á, held ég 5 eða 6 upptökur af 8. symfóníu Mahlers á YouTube og valdi eina frá Royal Albert Hall og Proms konsertunum. Og ástæðan fyrir því ég valdi það vídeoband eða hvað þetta heitir, þetta myndband, er að BBC sáum bæði hljóðblöndun og myndblöndun og það hefði gert að þvílíkri prýði að ég hef nú bara varla séð betri tónleika upptöku. Yfirleitt eru menn eru hérna pródúsentar með mynd af trompet þegar óbó spilar og pákum þegar selló spila og svona eitt og annað út í lofti, fyrir utan það hvað hljómurinn er fagur í þessar upptöku. Ég er ekkert sérstaklega hrifinn hins vegar af þessum dýrigjönd. Ég held hans í teknískur, ef nafnið er til margs það, og ég ætla að læða því að hafa svolítið fát á honum, svona í fyrirhlutanum. Ég skil nú ekki eiginlega hvernig hljómsveitin fór að því og kórarnir að fylgja honum. En svo róaðist hann þegar leið á, þegar 45 mínútur voru búnar eitthvað og stjórnaði bara prýðilega seinni hlutann. En ég ætla að halda mín jól svona, ég ætla að hlusta á 8. Mahlers. Þetta er trúarlega verk sem hefur heillað alla frá því að það var frumflutt í New York og heillaði mig náttúrulega upp úr skónum fyrir ekki að ég skulle blanda mér inn í þetta þegar ég fekk fyrirvaralaus tilmæli að stjórna þessu verki í Bloomington í óperuhúsinu. Það verður, ég gleymi því seint, en ég er búinn að segja nóg frá því. Nú skulum við hlusta á Mahler. Lesið nú samt textan eða svona nokkurn veginn. Gera ykkur grein fyrir hvað þetta fjallar. Það er líka hægt að bara googla 8. symfóníu Mahlers og lesa svona bara helstu atriði. En aldrei ég segi bara njótið vel þetta verk. Njótið vel, skot mig.
A short pause now at the end of part one of Mahler's Symphony No. 8. Although this symphony expresses a single overall idea of redemption through the power of love, the two parts are actually very different, drawn from two separate languages, two distinct cultures, and two contrasting periods in history. While part one was based on the sacred text of a 9th century hymn, Veni Creator Spiritus, for part two, Mahler takes us forward a millennium to a secular theme, the closing scenes of Goethe's 19th century dramatic poem, Faust. At just over 50 minutes long, it builds up to a vast climax, representing Faust's final redemption.
summe weit. Geist verworren, kalt, erquält, ist unversöhnlich Ranke, stark angeschlossen Körperschmerz. Oh Gott, mich wie sie